Svo ég sagði ykkur áðan þá verður haldið upp á 1. maí hér víða land og við ætlum að litið að forvitnast það sem verður að gerast hér á Árborgarsvæðinu. Hún komið til mín Halldóra Sigríður Sveinsdóttir sem formaður Bárunnar. Sæl og blessuð, velkomin. Já, sæl, takk. Þið takið ykkur saman í rauninni stéttarfélögin hérna á svona svæðinu hérna til að halda upp á daginn á sunnudaginn. Já, við gerum það. Við höfum gert þetta í mörg ár og stéttarfélögum alltaf að fjölga á svæðinu sem að taka þátt í hátíðahöldunum með okkur. Það eru landsfélög sem taka þátt í þessu með okkur líka orðið sem var ekki fyrst í rauninni og þetta sko mikill hátíðisdagur og hér alltaf fjölmennt á Selfossi og alltaf tilhlökkun á 1. maí því að það eru alveg 2, 3, 4, 500 mann sem að verði í kröfugöngunni hjá okkur og ég held verði bara aldrei stóra núna, það mín von, það spáð ágætu veðri og þetta sunnudagur og við verðum með flott í kaffi í hótelinu fyrir félagsmenn og aðra sem koma, það allir velkomnir og það verður skemmtileg dagskrá og ég hvet fólk eindregið til að mæta. En það sem sagt kröfuganga við undirleik lúðrasveitar klukkan 11. Já. Og hvaðan verður farið svona fyrir þá sem eru kannski að heyra þessi fyrst núna og langar að vera með? Það svo gaman að segja frá kröfugöngunni hérna á okkar svæði, hún svo ofboðslega virðuleg því að lögreglan gengur fremst, svo koma hestamenn og það svo hátíðlegt og það eftir tekið allt land að hér eru hestamenn sem ganga fyrir göngunni og við förum frá húsi stéttarfélaginu Austurvegi 56 og löpum að hótelinu. Þannig að já, þetta í rauninni svona Austurvegurinn sem að þið eru að labba? Já, það Austurvegurinn sem við löpum að hótelinu. Og svo já, þið ætla að fara svo inn á hótel og það verður dagskrá sem sett inni við á hótelinu. Já, það verður dagskrá. Það verður sem sett við, það eru 2 ræðumenn. Það Hilmar Harðarsson, formaður FIT, félaginn og tæknigreina. Og svo það Eva Dögg Einarsdóttir sem þjóðgarðsvörður á Þingvöllum. Hún verður líka með ræðu. Svo kemur danshópurinn Flækjufótur og sýnir línudans. Og Vilni Naglbítukrakkar, hann kemur líka og náttúrulega mjög skemmtilegur. Við verðum með blöðrur fyrir börnin eins og við höfum alltaf gert. Það búin til ýmsar fígúrur, mjög skemmtilegar og krakkarnir og mjög hrifnir af því. Og svo kaffiveitingar. Svo verður teymt undir börnunum í Sleipnisöllinni frá klukkan 12:30. Þeir hafa yfirleitt verið fyrir framan hótelið, hestarnir eða fyrir framan húsi hjá okkur þegar við vorum með þetta þar. En þetta hefur vafið svo upp á sig og við getum ekki verið það lengur, þetta orðið svo margir. En sem sagt, hestamenn vilja núna vera í Sleipnisöllinu og krakkarnir geta farið þangað og ég hveti til að gera það. Við erum bara á Sunnusvæði og þeir eru með góða aðstöðu þar. Já, mjög góða og krakkarnir þykir þetta alveg óskaplega skemmtilegt. En svo ætlar bifreiðaklúbbi Selfoss, forbílana. Já. Þeir ætla að mæta það ekki? Þeir eru bara orðin hefð og er náttúrulega óbóðslega skemmtilegt þegar þeir stilla bílunum upp, óbóðslega fallegi bílar og svo hafa menn stundu farið á rúndin með gesti og gangandi og það mjög skemmtilegt. Já, þetta líka ótrúlega fjöldi af forbílum hérna á svæðinu og mjög svona sterkur og góða klúbbur. Já, ég hef oft velt í fyrir mig, mér virðist vera mjög sterkt hérna og mikil hefð fyrir, ég heldur séu líka að koma á nærsveitunum mikið. Og þetta náttúrulega hátíð svo Bára stéttarfélag þessi félög, þetta náttúrulega landsfélög og félagsvæði okkar öll Árnessýsla. Og við höfum sem betur fengið marga úr nærsveitunum og ég vona að þeir fjölmenni núna. Þetta náttúrulega byrjar klukkan 11. Við erum öll vöknu þá, það ekki? Jú. En við langar svolítið að koma inn á hvað þessi hefðir orðin skemmtilega því að við byrjum með svona, það var kaffi hérna í hótelinu í alltaf og víða á Selfossi svo duttu niður þessi hátíðahöld í einhver ár. Þannig að við ákveðum að þetta gengi nú ekki á þessu stóra öfluga svæði Suðurland að hafa ekki einhverja 1. maí hátíðahöld og í fyrstu kröfugöngunum sem við fórum þá vorum við held í 20. Og síðan hefur fjölgað. Og svo fjölgaði næst voru 200 og svo bara 300 og það fjölgar enn og ég voni ég sjá ennu fleiri núna. Já, ég voni svo sannlega líka. Þú ætlar svo að vera kynnir í hótelinu? Já, ég ætla að vera kynnir. Já. Við erum alltaf, það gæti jafnræðis hjá þessu félögum, við skiptust á að velja ræðumenn og síðast árið var Drífa Snædal og hún kom frá Starfsgreinasambandinu. Nú kemur Hilmar frá félaginu og tæknigreinum, þannig að við gætum mikils jafnræðis í þessu. Og svo erum við alltaf með svona ungt fólk sem kannski með öðruvísi sín heldur en við þessi eldri í hreyfingunni og Eva Dögg trúnaðarmaður hjá Bárunni og alveg mjög öflug ungkona. Glæsilegt, ég hvet alla til þess að vera mætt klukkan 11. Já. Og taka þátt í göngunni og fylgja ykkur svo upp á hótel. Takk fyrir það. Sömuleiðis.